kæri menntamálaráðherra, rektor, aðstoðarrektor, fræðsisforsetar, góðir gestir, hjartanlega velkomin á ársfund Háskóla Íslands 2018. Ég heiti Steinunn Gestsdóttir og aðstoðarrektor kennslumála og þróunar og ætla að stýra fundinum í dag. Yfirskrift þessara fundar Háskóli Íslands, undirstaða atvinnulífs og framfara. Eins og fjallað verður í dag eru öflugar og fjölbreyttar rannsóknir og alþjóðlegt rannsóknarstarf forsenda þess að hér á landi geti blómstrað nýsköpunarstarf og mýmörg dæmi eru þess að rannsóknir starfsfólk og nemenda fæða af sér sprotafyrirtæki sem verða svo að stöndugum alþjóðlegum fyrirtækjum. En áður en við hefjum dagskrána þá langar mig sem aðstoðarrektor kennslu aðeins að nefna hvernig kennsla og nám við Háskóla Íslands stuðlar að uppbyggingu íslensks atvinnulífs með menntun nemenda sinna. Háskólinn hefur útskrifað frá upphafi rösklega 50.000 einstaklinga á þessari rúmu öld og það stór hluti vinnuafls á Íslandi. Einnig eru dæmi þess að kennsla og rannsóknir við Háskóla Íslands hafi mótað heilar atvinnugreinar. Sem dæmi má nefna uppbyggingu náms í lyfjafræði og tölvunarfræði. Þegar þessar námsgreinar kennsla hófst við þessar námsgreinar, þá voru atvinnutækifæri nemenda ef til vill fá eða óljós. En með aukinni sérfræðiþekkingu og vinnuafli á þessum sviðum hefur lyfjaiðnaðurinn nú orðinn einn stærsti iðnaður landsins og tölvunarfræðingar eru ómissandi fyrir nær allar atvinnugreinar. Háskóli Íslands hefur einnig brugðist við þörfum samfélagsins fyrir aukna menntun í tengslum við ýmis viðfangsefni. Og aftur tekið bara 2 dæmi á mörgum og mig langar að nefna nám í tómstundafræði og ferðamálafræði. Hvoru tveggja eru tiltölulega nýlegar námsgreinar og sem að breyta starfseminni á þeim starfsvettvangi sem það tengjast. Þannig að frístundastarf barna alltaf að verða faglegra og aukin menntun og rannsóknir í ferðamálafræði eru nauðsynlegar til þess að ferðaþjónustan geti mætt þeim gríðarlegu áskorunum sem hafa fylgt þessari mikilvægu og ört vaxandi grein. Og svo rétt í lokin þá langar mig að nefna að háskólinn leggur sig fram að vera í virku og gagnkvæmu samstarfi við atvinnulíf. Það gerir hann meðal annars með því að bjóða upp á fjölbreytt og sveigjanlega leiðir til náms fyrir fólk í atvinnulífi til að geti bætt við fyrri menntun sína. Og aftur til að nefna bara nokkur af mjög mörgum dæmum, langar mig að nefna dæmi nám sem sérstaklega miðað stjórnendum. Þar má nefna hið fjölsótta MBA-nám, nám í opinberri stjórnsýslu, nám fyrir stjórnun menntastofnana og fjölmörg námskeið endurmenntunar, svo eitthvað sé nefnt. Og það eru mörg hundruð nemendur sem að nýta sér á hverju ári þessa menntun og auðga störf sín og virkni í fyrirtækjum í öllum starfsgreinum. Þannig að byggt á þessum örfáu dæmum, þá fullyrði ég að Háskóli Íslands hafi leikið lykilhlutverk í að þróun atvinnulífs hér á landi og að rannsóknir og kennsla við Háskóla Íslands sé megin forsenda þess að hér sé blómlegt og fjölbreytt atvinnulíf. En það sem ég ekki á mælendaskrá ætla ég ekki að hafa þetta lengra og hleypa raunverulegum ræðumönnum að. Fyrst á dagskrá Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálara sem ætlar að hefja fundinn á ávarpi. Því næst tekur rektor Háskóla Íslands, Jón Atli Benediktsson, til máls. Þá mun Elísabet Brynjarsdóttir, forseti stúdentaráðs, taka til máls og í lok þessa fyrri hluta fundarins mun Jenný Bára Jensdóttir fara yfir ársreikninga skólans og ég ætla ekki að kynna ykkur á milli, þið bara takið við hvert af öðru. Að því loknu seinni hluti fundarins, hann mun fjalla nýsköpun við Háskóla Íslands og mun Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda, stýra honum og kynna þá frummælendum sem þar verða. En Lilja, ég bið innilega velkomin á fundin og í pontu. Takk fyrir. Góðir gestir, rektor, starfsfólk og nemendur Háskóla Íslands. Bestu þakkir fyrir að bjóða mér að vera með ykkur hér í dag á ársfundi Háskóla Íslands. Eins og allir hér vita inni þá erum við að fagna 100 ára afmæli fullveldisins. Þessi tímamót hafa verið okkur mörgum hvatning til að líta tilbaka og velta því fyrir okkur hvernig íslenskt samfélag hefur þróast og þroskast þessa öld sem liðin af fullveldinu. Og jafnframt velta því fyrir okkur hvernig næsta öld Íslands muni birtast okkur og hvaða áskoranir bíða okkar handan við hornið.
Á fullveldisárinu 1918 voru 7 ár liðin frá stofnun Háskóla Íslands og starfaði skólinn þá í 4 deildum á neðstu hæðinni í Alþingishúsinu. 87 stunduðu þar nám, 83 karlar og 4 konur. Það var sýn stjórnenda skólans að markmið með starfsemi hans væri annars vegar að leita sannleikans og hins vegar leiðbeina þeim sem væri í sannleiksleit. Með orðum fyrsta rektor skólans, Björn M. Olsens, var háskólinn vísindaleg rannsóknarstofnun og vísindaleg fræðslustofnun. Það má líka geta þess að þegar Guðmundur Hannesson, prófessor, hvatti stúdenta eftir skólaárið 1918 til 1919 með stuttri tölu, myndi hann þá líka á leiðtogahlutverk skólans. Það gagn, sagði hann, sem þjóðfélagið nýtur af háskóla fer beinlínis eftir því hve margir góðir foringjar koma frá honum. Þannig mátti að mati Guðmundar mæla gildi háskólans í því hversu vel honum gengi að efla stúdenta sína til þess að gera sig gildandi í samfélaginu, til að vinna að samfélagslegum umbótum og stuðla að efnahagslegum framförum. Þegar litið er við farin veg held ég að flestir séu sammála að Háskóli Íslands hafi hlúð vel að leiðtogahlutverki sínu í gegnum þær samfélagslegu breytingar sem íslenskt samfélag hefur gengið í gegnum á síðustu 100 árum. Háskólinn hefur verið mikilvægur aflvaki breytinga í gegnum starfsmenn og nemendur þessara stofnunar hefur ný þekking flætt inn í landið, nýjar lausnir og hugmyndir. Þannig á einmitt öflugur háskóli að vera. Og ef við lítum á hugmyndina varðar þekkingarþríhyrningin, þá held ég að Háskóli Íslands uppfylli öll þau skilyrði, það er að segja háskóli sem skapar ekki þekkingu eingöngu þekkingarnar vegna, heldur háskóli sem þjónar hlutverki breytingarafls í samfélaginu með öflugum tengingum við atvinnulíf og samfélag í víðum skilningi. Góðu gestir, á undanförnum árum hefur háskólinn eflt mjög samstarf sitt við atvinnulífið, til dæmis með vísindagörðum sem nú eru í uppbyggingu og miðað því að tengja háskólann betur við frumkvöðla, fyrirtæki og stofnanir. Það er von mín að háskólinn haldi áfram á þessari braut og efli sig enn frekar sem aflvaki nýsköpunar sem byggir á hugviti. Með þessu móti getur háskólinn treyst stöðu sína sem leiðtogi í samfélaginu og haldið áfram að stunda öflugar rannsóknir og nýsköpun. En það er einmitt forsenda fjölbreytts atvinnulífs, velferðar og styrkir samkeppnisstöðu Íslands. Rannsóknir í hagfræði sýna, svo ekki verður villst, að rannsóknir og þróun eru lykildrifkraftur aukinna framleiðni þjóða og langvarandi hagvaxtar. Mér langar einmitt aðeins að nefnast á eitt svolítið skemmtilegt sem ég hef heyrt og ég veit ekki hvort að fólki hér inni sé búið að heyra, en það við svo að tölunar hjá OECD framleiðni á Íslandi hafa ekki alveg verið réttar. Framleiðni á Íslandi víst mun meiri en hefur verið að mælast. Við vinnuvikan er víst ekki að blöng og þeir töldu, þannig að þeir eru að framleiða nýjar framleiðni tölur Ísland sem sýnir að við séum með þeim ríkjum sem eru bara býsna dugleg að framleiða. Og þannig að þetta er splunkunýtt sem ég er búin að heyra frá OECD. Ég vona þetta sé nú allt rétt sem ég er að segja hér á ásvundunum, en mér finnst þetta stórmerkilegt ef þetta er. En talandi framleiðni, þá vil ég einmitt nýta tækifæri hér og óska rektor Háskóla Íslands, Jóni Atla Benediktssyni, innilega til hamingju með David Landbréfverðlaunin sem hann fær afhent í september á alþjóðlegu vísindasamtökunum IEE, Geoscience and Remote Science. Verðlaunin hlýtur Jón Atli fyrir framúrskarandi framlag sitt til rannsókna á sviði fjarkönnunar. Og það er óumdeilt að slík tækni skiptir miklu máli fyrir okkur Íslendinga við rannsóknir á landi okkar og miðum. Þetta er einmitt eitt dæmi af mörgum þar sem íslenskir rannsakendur ná eftirtektarverðum árangri erlendis og það mikið gleði efni og mér finnst þetta ótrúlega lofsvert og ánægulegt að rektorinn okkar sé að fá þessa viðurkenningu sem kemur nú kannski fæstum hérna óvart en afskaplega skemmtilegt og flott.
Við munum halda áfram að styðja við rannsóknir og nýsköpun og í því sambandi langar mig að nefna að innviðasjóður sem veitir styrki til uppbyggingar og rannsóknar innviðum en hann hefur vaxið mjög á undanförnum árum og nú unnið að því inn í ráðuneytinu að efla stefnumótun og forgangsröðun rannsóknar innviði hér á landi. Stefnt að því að útkomi vegvísir rannsóknar innviði á næsta ári en honum ætlað að efla samtal uppbyggingu rannsóknar innviða, þvert á fagsvið, auka aðgengi íslenskra vísindamanna að erlendum rannsóknar innviðum og bæta þannig umhverfi rannsókna til framtíðar. Þá einnig verið að undirbúa 9. rammaáætlun Evrópusambandsins á sviði rannsókna og nýsköpunar, sjóndeildarhringinn, og tekur ráðuneytið virkan þátt í því innan vébanda EES-samstarfsins. Og það auðvitað líka mjög ánægjulegt að þegar við erum að líta á tölur hvað Íslendingar hafa náð að fá úr þessum sjóðum að heildar umfang á síðustu 4 árum eru 7,6 milljarðar en eru 79 milljarðar og af því hafa Íslendingar fengið 7,6 milljarðar sem eru 10% af sjóðnum sem auðvitað mjög góður árangur og ánægjulegt og sýnir hversu mikil gæði á þeim rannsóknum sem Íslendingar eru að vinna að. En ágætu gestir, þegar við horfum fram á veginn til næstu aldar fullveldis ljóst að okkur bíða margar stórar áskoranir, til dæmis á sviði tækniframfara, hnattrænna umhverfisbreytinga, lýðheilsu og atriða sem snúa að jafnrétti og öryggi íbúanna og lýðræðislegrar þátttöku. Og hversu miklu ríki verja til rannsókna og nýsköpunar mun að mínu mati skilja á milli feigs og ófeigs í glímunni við þessar áskoranir og því hversu vel þeim mun takast að nýta framfarir sem munu fylgja 4. iðnbyltingunni sem að vísu löngu hafin. En það mín skoðun að ef við náum ekki að nýta og efla enn frekar þekkingu hér, þá verðum við hreinlega ekki nægilega vel undirbúin og svo stefna sem við erum að vinna að sem heitir mótum menntastefnu til ársins 2030, þetta stefna sem nær frá leikskóla og upp öll skólastigin og ég legg sérstaka áherslu á að efla lesskilning á öllum skólastigum og ég að fara núna í leikskóla í borginni þar sem Lions að hefja lestrarvitund á því skólastigi og ég tel það mikilvægt vegna þess að við sjáum núna í öllum rannsóknum allstaðar kemur það fram að börnin okkar lesa ekki nægilega mikið og ég tel það beinlínis ógn við lýðræðinu ef lesskilningur ekki mikill og djúpur. Þannig að ég hvet ykkur öll til þess að taka þátt í þessari vegferð sem löngu hafin en við erum að leggja mikla áherslu á og ég tel það enn og aftur að ef það ekki djúpur og öflugur lesskilningur þá verður það ekki mjög spennandi rannsóknir, við verðum ekki með 10% hlutfall þeirra sem að sækja í svona metnaðarfulla rannsóknarsjóði á alþjóðavettvangi. Ágætu gestir, þrátt fyrir að ég ég hafi áhyggjur af þessu varða lesskilningin, að þá það nú svo að undanfarna mánuði þá hef ég farið víða og hitt marga og hver vika sem líður, hún fyllir mig reyndar miklum krafti og bjartsýni að okkur muni takast vel að sækja fram fyrir íslenskt menntakerfi og það alveg ljóst í mínum huga að Háskóli Íslands, hann mun halda áfram að gegna lykilhlutverki í þeirri vegferð eins og hann hefur gert síðustu 100 ár. Og ég hlakka virkilega til áframhaldandi samstarfs við ykkur og geta tekið þátt í viðburðum eins og þessum og heyra frá þeim rannsóknum sem þið eru að stunda á þeirri nýsköpun. Takk fyrir. Kæru ársfundargestir, mennta- og menningarmálaráðherra, ég þakka Lilju Alfreðsdóttur innilega fyrir hlý orð í okkar garð og hvatningu og stuðning sem hefur skipt okkur gríðarlega miklu máli. Ég býð ykkur innilega velkomin á þennan ársfund og vil vekja athygli á þeim gögnum sem hér liggja fyrir. Við höfum á undanförnum árum tekið saman lykiltölur sem eru helstu staðtölur úr starfinu, þar sem við tökum saman hvað hefur gerst á umliðnum 5 árum varðandi nemendur, rannsóknir, samstarf,
alþjóðlegt starf og þar fram til götunum. Svo að þetta eitthvað sem gefur okkur skýra mynd af starfinu, en við munum halda þessu áfram og jafnvel halda áfram að útvíkka þetta á næstu árum. Og í dagskráni er ein síða hérna úr lykiltölunum sem gefur til kynna hvernig starfið í hnotskurn, en það mjög mikið þarna í þessum lykiltölum og ég mun ekki staldra neitt sérstaklega við og fara í gegnum það. En þetta Háskólaráð Háskóla Íslands sem nú hefur lokið störfum og hefur stýrt skólanum, æðsta stjórn skólans, og það að koma nýtt háskólaráð núna og það eins og titill þessa ársfundar gefur til kynna, Háskólinn undirstaða atvinnulífs, og við sjáum að í Háskólaráði Háskóla Íslands einstaklega öflugt fólk og hefur stutt skólan með ráðum og dáðum. En ef við svona kíkjum á hvernig skólinn stendur, þá hann að hefja núna göngu sína, nemendur að hefja nám og það yfir 3000 nemendur sem að koma til starfa. Við lukum háskólaárinu með brautskráningu kandidata 23. júní sem okkar uppskeruhátíð, og ef við svona horfum á hvernig brautskráningar hafa verið við Háskóla Íslands, þá höfum við verið með svona það bil 3000 brautskráningar á hverju ári, og við breiður háskóli sem starfar á 5 fræðasviðum, hugvísindasviði, félagsvísindasviði, heilbrigðisvísindasviði, menntavísindasviði og verkfræði- og náttúruvísindasviði. Og ef við horfum á þennan litakóða sem þarna, þá sést að félagsvísindasvið brautskráir 1000 nemendur á hverju ári, en hinn fræðasviðin 500, og síðan við líka með þverfræðilegt framhaldsnám. En þetta lykilatriði, við breiður háskóli sem brautskráir nemendur á öllum námsstigum að háskólanámi. Og það sem hefur gerst í háskólanum í kjölfar stefnumótunar skólans, getum við sagt, á umliðnum árum, að það hefur orðið bylting í framhaldsnámi, og við sjáum sérstaklega varðandi doktorsnámið, rannsóknartengt doktorsnám, sem skiptir svo gríðarlega miklu máli fyrir íslenskt samfélag, að ef við berum okkur saman við nágrannalöndin, Norðurlandaþjóðirnar, þá sjáum við það að við ekki alveg búin að ná þeim hvað fjölda varðar við brautskráningar í doktorsnámi, en við sjáum að árið 1990 brautskráðust 6 nemendur, 2015 og síðan verður sprenging, og við að brautskrá svona miðað við, ef við tökum miðað við 1.000.000 íbúa og berum þetta saman við Norðurlöndin, yfir 200 doktorsnema á ári. Það sem sagt eiginlega þrefalt það sem við gerum, en bara til að fá þessa samanburðartölur. Við sjáum líka að hin löndin hafa verið að fjölga brautskráningum, en við ekki alveg komin þar sem við þurfum að vera. En þetta mjög mikilvægt skref í þróun rannsókna á Íslandi. Ég ætla að taka hérna fyrir einkum 2 mál. Fyrir að fyrsta þá það stefna Háskóla Íslands núna, HÍ 21, stefna Háskóla Íslands 2016-2021, og síðan ætla ég að tala Háskóla Íslands í alþjóðlegu samhengi. Stefna Háskóla Íslands var samþykkt árinu 2016 eftir 1 árs vinnu, gríðarlega mikilvægt plagg í miklu samráði innan skólans og utan. Hún ber titilinn HÍ 21, öflugur háskóli, farsælt samfélag, og eins og ég hef stundum kallað þetta líka, hvernig gerum við góðan háskóla betri. Og í stefnunni eru 4 kaflar. Það rannsóknir, nám og kennsla, virk þáttaka og mannauður, allt mikilvægi kaflar, og allt byggir þetta á fjármögnun og að sjálfsögðu á mannauðnum sem við höfum. Og það eru 3 grunngildi sem við höfum: akademískt frelsi, fagmennska og jafnrétti, og það allt undirliggjandi í starfinu. Það eru 5 áherslur sem við höfum lagt á, sem eru svona lykilatriði í stefnunni. Það að við höfum framsaknað sýn á nám og kennslu sem býr nemendur undir þátttöku í atvinnu og þjóðlífi, sem við að fjalla hér í dag. Að við höfum sterka rannsóknainnviði til þess að geta tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi og stutt við þekkingasköpun. Að starf háskólans hafi víðtæk áhrif og takist á við áskoranir samtímans. Að háskólinn sé góður vinnustaður sem lykilatriði,
og síðan viljum við stuðla að gæðamenningu og skilvirkri upplýsingatækni innan skólans. Í stefnu háskólans eru 75 aðgerðir og þær dreifast nokkuð jafnt á þessa 4 kafla sem ég talaði hérna áðan, sem eru þarna vinstra megin, og við höfum verið að innleiða stefnuna á mjög markvissan hátt og Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor, stýrir þeirri innleiðingu og við leitumst við að tryggja það að stefnan nái fram að ganga. Ekki bara einstakar aðgerðir, heldur allar þessar 75 aðgerðir. Og nú erum við að fara inn á innleiðingar ár 3 og hér svona súlurit sem sýnir hvernig þetta hefur gengið. Og við erum semst með 75 aðgerðir og á fyrsta innleiðingar ári þá lauk 9% þeirra, 50% voru í vinnslu, 6% voru vinna við aðgerðir hafði ekki verið hafin og 35% voru settar í svokallaðan forgang B, það að þær voru ekki settar strax í gang, voru látnar bíða. Síðan höfum við haldið áfram og keyrt þetta áfram og við sjáum það að á innleiðingar ári 2 30% aðgerða, hafa 30% aðgerða klárast og 43% í vinnslu og við sjáum það að vinna við aðgerð ekki hafin sem ekki í forgangi B, það komið í 0%. Svo að þessi innleiðing hefur gengið vel og hún skiptir verulegu máli vegna þess að það ekki nóg til að tryggja það að góður háskóli verði betri að við bara einblínum á örfáa þætti starfsins. Og hér eru dæmi aðgerðir í þessum 4 köflum sem ég nefndi sem hafa verið í gangi. Og við leggjum mikla áherslu á kennslu og kennsluþróun og höfum stutt það dyggilega með kennslumálasjóði og aðstoðarmannasjóði og síðan varðandi rannsóknir þá höfum við leitast við að styðja það að fjölga doktorstyrkjum, nýdoktorastyrkjum og að efla rannsóknarinnviði sem alveg gríðarlega mikilvægt mál, sérstaklega eftir hrunið þegar margt hefur verið því miður setið á hakanum. Varðandi mannauð og gæðamenningu, við erum með mentorakerfi fyrir nýja kennara og erum að leggja áherslu á umhverfismál, rafbíla og samgöngur og íþróttatíma og síðan varðandi nemendur, þá erum við að vinna að geðheilbrigðisþjónustu fyrir nemendur og höfum eflt hana. Þetta allt mjög mikilvægt og hefur verið, við höfum fengið stuðning frá ríkisvaldinu í gegnum aldarafmælissjóð sem var stofnaður á aldarafmæli háskólans og við höfum nýtt þessa fjármuni til þess að styðja við stefnuna eins og uppálagt á árinu 2011. Síðan vil ég nefna sérstaklega tengsl við atvinnulíf og samfélagi sem við erum að tala hér, að við höfum eflt verðlaun háskólans í nýsköpun. Við höfum stofnað tengslatorg, atvinnumiðlun fyrir stúdenta og erum að treysta hana enn betur. Við höfum verið með vinsæla fyrirlestarröð, háskólinn og samfélagið sem fyrsti hluti hennar var best fyrir börnin, gekk alveg einstaklega vel og var dreift víða í samfélaginu og síðan höfum við verið að styðja við rannsóknarseturinn á landsbyggðinni. Og mér langar aðeins að skoða þennan þátt betur vegna þess að þetta er fyrirsögn þessa fundar. Varðandi tengslatorgið og tengingu við atvinnulífið þá höfum við undirritað viljayfirlýsingu við samtök atvinnulífsins og hér Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður stjórnar SA og Tryggvi Másson frá SA á fundi með okkur til þess að treysta þetta samstarf og það ekki bara varðandi tengslatorgið, það varðandi nemendaverkefni, varðandi máltækni sem skiptir okkur miklu máli að leggja saman kraftana til þess að ná betri árangri. Við vorum með sérstaka ráðstefnu og mennta- og menningarmálaráðherra ávarpaði hana sem hét Segðu mér doktor hvernig atvinnulífið og Háskóli Íslands gætu lagt saman kraftana til þess að nýta doktorsnám hér og það ýmislegt í gangi og verður fjallað hér á eftir en það að doktorsnám og atvinnulífið sé í takti, góðum takti, skiptir verulegu máli og það eru tækifæri á öllum fræðasviðum og hér kom Peter Holk Nielsen frá Novozymes í Danmörku og gerði grein fyrir sinni reynslu varðandi þetta og þetta gekk einstaklega vel og við munum halda áfram hvað þetta varðar. Við höfum ásamt
öllum háskólum landsins og iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og mennta- og menningarmálaráðuneytinu unnið að stofnun Auðnu tækniveitu. Við erum að ná gríðarlega miklum árangri í birtum vísindagreinum en við þurfum að efla þessa tækni yfirfærslu og það að gera þetta, að stofna tækniveitu sem mun leiða til þess að koma fleiri einkaleyfi, meiri hagnýting rannsókna eitthvað sem við verðum að gera og við megum ekki vera eftirbátar annarra og Einar Mentileg leiðir þetta verkefni og það á góðum stað. Varðandi vísindagarðana sem ráðherra nefndi hér áðan, þá var fyrsta skóflustunga fyrir Grósku hugmyndahús sem nýjasta byggingin á vísindagarðasvæðinu tekin í upphafi síðasta árs og þetta mynd frá henni, þessari skóflustungu og þarna verður CCP til húsa og við erum þegar með samstarfssamning við CCP og ýmis önnur fyrirtæki og hér mynd af vísindagarðareitnum, Alvotech byggingin þarna til hægri, Alvotech og síðan sést að þarna verið að reisa Gróskuhúsið á miðri mynd og við bindum miklar vonir við samstarfið CCP og Alvotech sem við höfum líka skrifað undir samstarfssamning við og þarna mikil tækifæri að efla samfélag, háskólastarfsemi og atvinnulífs. Það eitt sem við þurfum alltaf að hafa í huga og það eru skipulagsmál hér innan háskólans. Við stofnuðum sérstaka nefnd háskólaráðs, skipulagsnefnd nýlega og Hrund Ólöf Andradóttir leiðir þá nefnd. Það skiptir verulegu máli fyrir okkur að hafa heildarsýn á skipulagssvæðisins. Nú erum við að tala nýjan spítala sem að koma, hús íslenskunnar sem að koma. Við erum að tala vísindagarðasvæðið, stúdentagarða og við þurfum að tryggja það að starfsemin sé sem best skipulögð og þessi skipulagsnefnd ráðgefandi nefnd fyrir háskólaráð hvað það varðar og við bindum mikla vonir við þetta starf og ég vil nota tækifærið hér á myndin Eiríkur Hilmarsson, framkvæmdastjóri vísindagarða sem því miður féll frá langt fyrir aldur fram núna 8. ágúst og hans sárt saknað. Varðandi nýjar byggingar, þá nýjasta byggingin sem við höfum opnað, það Veröld, hús Vigdísar og þarna Vigdís með fleirum á Vigdísartorgi. Vigdís einstakur vinur háskólans og nýja byggingin, hún hýsir stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum og mála- og menningadeild og fleiri skylda starfsemi. Eitt verkefni sem við höfum lagt mikla áherslu á að efla tengsl við fyrir nemendur og þetta hefur gengið undir nafninu hollvinastarf. Nú köllum við þetta háskólavini og velunnara, við viljum tengjast velunnurum háskólans með öflugri hætti. Eins og hér var nefnt, 50.000 nemendur hafa brauðskrafst á háskólanum og við viljum rækta tengslin. Og eitt sem við erum að gera núna og bara verður núna fyrir að stað í þessari viku, það að setja af stað sérstakt fréttabréf sem heitir Háskólavinir. Og það bæðið kynnastarf háskólans út á við og líka inn á við sem skiptir verulegu máli vegna þess að svo margt í gangi. En þetta nýja fréttabréf Háskólavinir fer í loftið á morgun og við bindum vonir við það og væntingar. En þá langar mig aðeins að fjalla stöðuna í alþjóðlegu samhengi. Og hér mynd sem byggir á lykiltölunum og þetta eru ritrýndar birtingar og tilvitnanir 2013 til 2017 á 5 ára tímabili eins og lykiltölunar gjarnar eru og við sjáum að það vöxtur í svokölluðum ESI-birtingum og síðan línan þarna tilvitnanarfjöldi, hann hefur verið að vaxa. En mér langar aðeins að skoða þetta svona frá öðru sjónarhorni og þetta yfir 20 ára tímabil. Og þarna sjáum við svona hvernig hlutirnir hafa breyst og þetta ekki bara ESI-birtingar, þetta byggist á Insights gagnagrunninum og þetta aðeins víðtækara. Við sjáum það ef við skoðum birtingar frá Háskóla Íslands og samstarfsstofnunum að þeim hefur fjölgað úr það bil 200 í
tæplega 1100 á þessu tímabili. Svo við erum að tala tæplega 6-földun í birtingum á þessum tíma sem alveg ótrúlegt ef við bara 20 ár, það ekkert svo langur tími. Og það sem skiptir kannski meira máli ef við skoðum þetta, og þetta aftur fyrir Háskóla Íslands, að áhrifamáttur rannsókna sem mældur þannig að heimsmeðaltalið 1 og þetta semst vigtað fyrir mismunandi fræðigreinar, að hann fyrir Háskóla Íslands, hann hefur verið vaxandi og svona það bil 2, sem sagt tvöfalt yfir þá heimsmeðaltalinu sem 1, sem mjög glæsilegt. Og þetta hefur verið vaxandi. En ef við horfum á þetta í norrænu samhengi, horfum á Norðurlöndin sem við oft berum okkur sama við, þá sjáum við það, og Ísland hérna neðst, bara telur ekki, sko, þetta frá 0 og upp í 40.000, að við sjáum það að Ísland með fáar birtingar, Svíþjóð og Danmörk með mun fleiri, fer upp í 35.000, en það hefur verið aukning. En ef við skoðum áhrifamáttinn, þá sjáum við hérna að Ísland, sem þá erum við að tala allar birtingar sem mestar í Íslandi og Háskóli Íslands það bil 70%, með 70% af þeim, að þetta svipað og fyrir Háskóli Íslands, áhrifamátturinn, hann hæstur á Norðurlöndunum og það bil 2, svona í seinni hluta tímabilsins. Og aftur, þetta bara sýnir gæði vísindastarfs á Íslandi og gríðarlegan árangur. Og þetta kemur til að mynda fram í röðun Háskóla Íslands sem hefur verið nefnd hér. HÍ í topp 2% í heiminum samkvæmt Times Higher Education World University Rankings, sem bara glæsileg mæling sem hefur komið fram síðan 2011. Þá hefur Háskóli Íslands honum hefur verið raðað. Og ef við skoðum einstök fagsvið innan Háskóla Íslands, þá sjáum við, og það kemur hérna fram, að þetta mjög breytt yfir skólan. Það eru fagsviðin, hvort sem félagsvísindi, lífvísindi, heilbrigðisvísindi, hugvísindi, raunvísindi og verkfræði og tæknivísindi. Háskólinn ekki bara á einstöku fræðasviði að skora, hann að skora víða og þetta skiptir máli. Og síðan í fyrsta skipti í fyrra, þá mældumst við á Shanghai University Rankings og síðan kom röðun þar núna nýlega fyrir einstakar fræðigreinar og þar sjáum við að við erum að fá mjög góða röðun, við erum víða bara með mjög glæsilega röðun, fjarkönnun og jarðvísindi í topp 100 og síðan komin ný mæling fyrir hjúkrunarfræði í 101 til 150 sem mjög glæsilegt, landfræði, ferðamálafræði, lýðheilsuvísindi hækka og við sjáum það, stjórnmálafræði kemur hann inn í fyrsta skipti á klínísk læknisfræði og líffræði mannsins. Við erum að ná mjög góðum árangri varðandi röðun víða og þetta bara sýnir aftur þessar mælingar gæði háskólastarfsins. Og þetta hefur búið til ýmiss konar möguleika. Við okkur var boðið að gerast aðili að Aurora, öflugu samstarfsneti, 9 topp háskóla í Evrópu og ég og Elisabeth Brynjarsdóttir, við erum núna komin í stjórn sem skiptir okkur líka máli til að hafa enn meiri áhrif á starfið og hér mynd frá fundi Aurora sem var haldinn hér á síðasta ári. Síðan var okkur boðið að taka þátt í edX sem samstarfsverkefni upphaflega Harvard og MIT rafræna kennsluhætti. Fyrsta námskeiði sem við vorum með og við eigum að koma með 1 námskeið á hverju ári í íslenskri miðaldafræði, Medieval Icelandic Sagas og þá var yfir 4500 nemendur sem tóku þetta frá 108 löndum og við erum að þróa fleiri námskeið í sjálfbærni og eldfjallavöktun og kvikurhreyfingum og þarna gríðarlegt tækifæri. Við fáum aðgang að bestu sérfræðingum að taka þátt í þessu verkefni og fáum þjálfun, við getum komið okkar námskeiðum á framfæri og síðan getum við líka nýtt þetta innanhús svo að þetta eitthvað sem við njótum vel. Og ef við síðan bara skoðum þá fjármögnunina og ég þakka nú ríkisstjórninni innilega fyrir stuðning á umliðnum árum, þá erum við enn undir svokölluðu OECD meðaltali hér á Íslandi og vandamáli með OECD meðaltalið að þetta
mæling sem aðeins á eftir til 2014 og þess vegna höfum við hér í Háskóla Íslands farið og skoðað samanburð við norrænu löndin og farið í gegnum ársreikninga og mig langar aðeins að fjalla það varðandi ársnema, það sem sagt nemendur sem taka fullt nám, 60 ECTS einingar, ef við skoðum 49 norræna háskóla, 48 erlendis og Háskóla Íslands, þá sjáum við að Háskóli Íslands svona í 19. sæti hvað stærð varðar í fjölda ársnema, með 8.300 ársnema. En ef við skoðum heildartekjur á ársnema, þá Háskóli Íslands í 41. sæti. Og þetta svona áhyggjuefni. Við erum með 2,6 milljónir á hvern ársnema að meðaltali. Háskóli Íslands, eins og ég sagði, breiður háskóli, en við erum fjármögnuð samkvæmt þessu svipað og hug- og félagsvísindaskóli á Norðurlöndunum. Og til að mynda háskólinn í Bergen, sem svona sambærilegur háskóli, hann með tvöfalt meiri fjármögnun heldur en Háskóli Íslands og við getum líka tekið háskólann í Oslo. Svo að þetta myndin sem við sjáum, Háskóli Íslands með 2,6 milljónir, en meðaltalið á Norðurlöndunum 4,4 og það þýðir það, við getum bara reiknað þetta út, munurinn 1,8 milljónir á hvern ársnema og við sjáum að það verða háar tölur. En það annað sem líka skiptir okkur máli að skoða og það ársverk nemenda og ársverk alls starfsfólks. Hversu marga nemendur eða hversu mörgum nemendum þarf hver starfsmaður að sinna. Og við sjáum það þegar við skoðum þessar tölur að í Háskóla Íslands þetta 5,4 en meðaltali á Norðurlöndunum 3,9. Og ef við reiknum þetta út og skoðum stöðugildin þá vantar okkur eins og 200, í það mesta 200 starfsmenn í kennslu og rannsóknum í samanburði við Norðurlöndin og við getum sagt mörg hundruð stöðugildi til viðbótar til þess að vera samkeppnisfær. Svo að bara til þess að ljúka þessu, mikilvægi Háskóla Íslands fyrir íslenskt samfélag mjög mikið og glæsilegt og við þurfum að hlúa að starfinu og hér vitnaði ráðherra í ræðu Björns M. Olsen frá 1911. Það sem hann lagði til hefur eiginlega allt gerst, alveg ótrúleg framsýni. En Háskóli Íslands hefur mikla skyldur gagnvart íslensku samfélagi og sterkur alþjóðlegur háskóli. Og árangur skólans hefur verið frábær í alþjóðlegum samanburði og það alveg ljóst að við þurfum að hafa stóran, öflugan, breiðan rannsóknarháskóla hér á Íslandi sem samanburðarhæfur við norrænu háskólana. Og það sem við erum að sjá að samanburðarþjóðirnar og hvort sem við lítum á Norðurlöndin eða Norður-Ameríku eða Asíu, þær að fjárfesta í menntun. Og við sjáum það líka í þessari röðun sem við erum að skoða að það allir að bæta sig og við þurfum að halda áfram að bæta okkur. Og þess vegna þurfum við að efla háskólastarfið og ég bara hvet mennta- og menningarmálaráðherra til dáða til þess að ná árangri hvað það varðar og það mjög mikilvægt fyrir íslenskt samfélag. Kærar þakkir. Kæri mennta- og menningarmálaráðherra, rektor, aðstoðarrektorar, sviðsforsetar og aðrir fundargestir ársfundar Háskóla Íslands. Ég heiti Elísabet Brynjarsdóttir og ég forseti stúdentaráðs, fyrsti forsetinn, áður var það formaður stúdentaráðs og við getum rætt þá umdeildu breytingu í hlénu á eftir. En það var vilji stúdentaráðs að gera ókynjaða titla en já, við ræðum það betur seinna. En ég því fyrsti forsetinn og allir fyrrverandi formenn stúdentaráðs að fara að hittast í dag til að fagna 50 ára afmæli FS og ég hlakka til að útskýra þetta fyrir þeim öllum þá. Ég fæ reglulega spurningar af hverju ég allt í einu komin í launaða vinnu því ég hef verið í stúdentapólitíkinni síðustu 4 ár og komin tími líklegast til að hætta en ég get það ekki. En ég fæ reglulega spurningar af hverju ég sé allt í einu núna komin í vinnu við þetta. Og bara í gær hringdi í mig blaðamaður hjá Stúdentablaðinu og vildi fá að forvitnast hvernig stúdentar væri nú uppbyggt og
getur verið flókið að útskýra það, en fyrst ég hérna ávarpa ársfund Háskóla Íslands langaði mig aðeins að útskýra fyrir ykkur hvaðan ég að koma. Það eru sem sagt stúdentar samanstendur á 27 fulltrúum og þau eru frá 5 sviðum Háskóla Íslands. Það eru sem sagt stúdentaráðið og þau skipta svo niður í sviðsráðin og þar vinna þau náið með sínum sviðum. En á stúdentaráði þá vinnum við að sameiginlegum hagsmunum allra stúdenta Háskóla Íslands. Við erum með 10 nefndir sem vinna að ýmsum málefnum. Við erum til dæmis með lagabreytinganefnd en við erum að fara að taka heildarendurskoðun á lögum stúdentaráðs, mjög spennandi, leyfi ykkur að fylgjast með því. Það er jafnréttisnefnd, það er fjölskyldunefnd, fjármála- og atvinnulífsnefnd, nýsköpunar- og frumkvöðlanefnd og framvegis. Og svo höfum við stjórn stúdentaráðs og við á skrifstofu stúdentaráðs erum í rauninni neðst í þessu skipuriti því stúdentaráð kýs okkur til þess að starfa í þeirra umboði. Stúdentaráð hefur alltaf æðsta ákvörðunarvald. Við fundum þá einu sinni í mánuði en við hérna á skrifstofu stúdentaráðs eða réttindaskrifstofunni störfum í þeirra umboði. Þetta er skrifstofa stúdentaráðs í ár. Við erum þau útvöldu sem fáum launað fyrir þessa stöðu og það hefur verið þvílík blessun að komast að geta gert þetta minni atvinnu eftir þessi 3 ár því það er ótrúlegt hvað við getum gert með það að fá þennan stuðning að geta algjörlega einbeitt okkur að þessu sem okkar vinnu. Ég er sem sagt forseti stúdentaráðs, svo er Sonja Sigríður varaforseti, hún stígur inn í minn stað ef ég er fjarri. Svo höfum við framkvæmdastjóra sem er faglega ráðinn. Við höfum hagsmunafulltrúa sem sér öll hagsmunamál sem koma inn á borðin til okkar. Við höfum lánasjóðsfulltrúa sem situr í stjórn LÍN og veitir öllum stúdentum hér og á Akureyri ráðgjöf varðandi lánasjóðinn. Svo höfum við ritstjóra Stúdentablaðsins. Bara svo þið vitið, við erum með skrifstofu þarna beint fyrir ofan bóksölu stúdenta og við erum opin alla virka daga frá 9 til 5 og við erum að reyna að koma þeim skilaboðum áleiðis til allra nýnema núna á næstu vikum að allir nemendur eru alltaf velkomnir til okkar. Við erum alltaf reiðubúin fyrir þau og getum veitt þeim leiðsögn og það er það sem við gerum. Við veitum þeim leiðsögn og svo er ég manneskjan sem tala út á við fyrir hönd alls stúdentaráðs. Þemað hér er svolítið nýsköpun og atvinnulíf og mér langaði aðeins að útskýra fyrir ykkur svolítið hvað við í stúdentaráði höfum verið að gera í takti við þetta. Í fyrra, þegar Ragnar Sigurðardóttir var formaður, þá var ákveðið að búa til stefnu stúdentaráðs og þá litum við til stefnu Háskóla Íslands og við bjuggum til stefnu fyrir allar þessar 10 nefndir sem við höfum hjá stúdentaráði og þær voru samþykktar á síðasta ári en núna í ár vildi ég taka þetta ennþá lengra og búa til í rauninni 5 ára aðgerðaráætlun sem ég hef samt ekkert ráðið út að ég er bara hérna í 1 ár en þá bara verður næsti forseti að ráða hvað hann gerir en þetta var gert í þeim tilgangi að reyna að taka hagsmunabaráttuna og gera hana aðeins að við hugsum aðeins til framtíðar, hvað getum við gert til þess að við séum ekki alltaf að byrja aftur frá byrjun þegar nýtt stúdentaráð tekur við. Þannig að við fórum í sumar, þarna stýri ég stefnumótuninni hörðum höndum, mjög harður fundastjóri, svo það mættu 60 manns í lítinn skátaskála við Úlfljótsvatn og það var mjög skemmtilegt og fróðlegt og við erum núna að taka alla þessa vinnu sem fór þar fram og mynda eins og stefna Háskóla Íslands, markmið og aðgerðaáætlun og við munum síðan tímasetja það og þetta er allt gert með stefnu Háskóla Íslands til hliðsjónar. Því þannig getum við best unnið saman með því að hafa sameiginleg markmið og stefna að þeim saman og þannig held ég líka stúdentabaráttunni muni vegna best. Við erum með mjög metnaðarfulla stefnu núna í alþjóðamálum út af því að ég er allt í einu komin í stjórn Aurora, nei ekkert allt í einu en það er mjög gaman. Þannig að við erum komin mjög metnaðarfulla stefnu í alþjóðamálum sem er í takt við áherslur háskólans í alþjóðamálum. Við erum líka með mjög metnaðarfulla stefnu í atvinnumálum og í haust munum við fara af stað með
smá herferð sem fer yfir fjármál stúdenta, hvernig þeir komast á atvinnumarkaðinn, hvernig þeir eiga að kaupa sér íbúð og svo fleira. Við erum með nýsköpunar- og frumkvöðlanefnd og þau sjá til dæmis gullleggið sem að fara að hefjast núna og Háskóli Íslands einmitt samstarfsaðili gullleggsins og þar geta allir sótt sem vilja taka þátt í mögulegum sprotafyrirtækjum og það eru 10 fyrirtæki sem eru svo valin og þau fá í rauninni svolítið bara að þroskast og svo eitt vali sem fær verðlaunafé en það eru fyrirtæki sem hafa ekki einu sinni unnið þetta sem eru samt orðin mjög stór í dag eins og til dæmis Menika, þannig að það eru rosa góðar hugmyndir sem koma út frá þessu. Við erum líka mjög spennt fyrir því að styðja við stúdentadrifin verkefni eins og ég nýti öll tækifæri til þess að minna á Hugrúnu geðfræðslufélag en ég tók þátt í að stofna Hugrúnu og var formaður þar í fyrra og Hugrún á mínu mati fullkomið dæmi hvernig háskólinn, starfsfólk, nemendur og samfélagið virka saman því við erum nemendur að fræða aðra nemendur geðheilbrigði, fagaðilar koma að fræðsluefninu og samfélagið verður vonandi fordómalausara fyrir vikið. Þannig að við viljum styðja við fleiri svona stúdentadrifin verkefni. Að lokum vil ég bara segja frá nýsköpun innan stúdentaráðs. Ef þið kannist mögulega við verkefni Betri Reykjavík, en þar svona hverfakosning og þú getur sent inn hugmynd, rökrætt hugmyndina við aðra íbúa og svo kosning og Reykjavíkurborg framkvæmir svo það verkefni sem fær flestu atkvæðin. Við ætlum að yfirfæra þetta innan Háskóla Íslands fyrir stúdenta, þannig að við munum senda út hugmyndasöfnun til allra stúdenta Háskóla Íslands. Þau geta sent inn allar þær hugmyndir sem þau vilja að við framkvæmum. Þau geta rökrættar og svo verður kosning og stúdentar á framkvæmir síðan það sem nemendur vilja að við beitum okkur fyrir. Þannig að nemendur fá að ákveða hvaða málefni verða á oddinum hjá okkur næsta starfsárið. Reykjavíkurborg mjög spennt fyrir því að þetta verði hérna innan veggja háskólans og vonast til að þetta efli einnig ungt fólk til að taka þátt í að breyta umhverfinu sínu yfir höfuð og við höfum komist að því að malarbílastæðina fyrir utan er lóð Reykjavíkurborgar, þannig að það hægt að senda inn hugmyndir til Reykjavíkurborgar það malarbílastæði í mars á næsta ári. En við vonumst til að þetta færi hagsmunabaráttu nær nemendum og geri okkar starf sýnilegra fyrir alla. Meira það ekki í bili. Ég þakka bara áheyrnina og vonast til að eiga gott samtal við ykkur öll næsta árið. Takk fyrir. Mennta- og menningarmálaráðherra, rektor og aðrir gestir. Við höfum verið falið að kynna ársreikning Háskóla Íslands sem ætti öllu jafnan að vera einfalt mál en það ekki að þessu sinni. Það komu ný lög opinber fjármál í fyrra og nýjir reikningsskilastaðlar sem hafa reynst flóknir að finna út úr en við náðum lendingu í gær. Takk fyrir. Það segja við og Fjársýslan sammæltumst hvernig við myndum stilla upp þessum ársreikningi. Það samt ýmislegt sem þarf að skoða betur, sem tengist þessum nýjum stöðlum sem hreinlega ekki búið að útfæra. En við byrjum hér á rekstrarreikningi og það sem öðruvísi einna helst í þessu sinni að tekjur okkar frá Happdrætti Háskóla Íslands sem venjulega hafa verið tekjufærðar og hefur verið litið á sem ríkistekjur ekki tekjufærðar lengur. Það litið á þær sem fjárfestingarheimildir og það þýðir það koma þær ekki fram í rekstrarreikningi og framlög ríkissjóðs ekki eins og þau birtast voru vön að birtast á fjárlögum þar sem við fengum okkar tölu og unnum okkar fjárhagsáætlun út frá það fjárfestingarheimildir og ýmislegt annað sem að flækir málin. En hér stóra myndin af rekstri Háskóla Íslands. Við viljum þetta meina afkoma af reglulistar sem hafa verið enn betri en við látum þetta standa. Við náðum þessum sáttum í gær. En framlög ríkissjóðs og ég sýni sundurliðun hérna aðeins síðar betur á þeim 13,6 milljarðar, sértekjur 5,6 milljarðar og þar inni þá ekki happdrættistekjur og síðan sérstök tekjufærsla sem alveg nýlunda sem á móti gjaldfærðum afskriftum.
Því ein stóra breytingin í nýju reikningsskila aðferðum að nú eru varanlegir rekstrarfjármunir eignfærðir og afskrifaðir og það var tekin ákvörðun að afskrifa eignir aftur í tíman þó að þær eignir hafi verið gjaldfærar á fullu þegar þær voru keyptar. Þetta svolítið snúið. Þannig að við fáum í rauninni tekjur á móti þeim kostnaði. Allt þetta nýja tegundir af fjárheimildum en þegar niðurstaðan að heildartekjur Háskóla Íslands árið 2017 í rekstrarreikningi eru 17,8 milljarðar tæpir sem eru aukning 2%. Launagjöld eru 14,5 rúmlega og hækkun 6%, önnur rekstrargjöld lækka og þarna kemur önnur snúin skýring að við gjaldfærðum allar verkframkvæmdir, allar stofnkostnað, öll tækjakaup þar til á síðasta ári. Nú fáum við sem sagt að við eignfærum auðvitað tækjabúnað en við fengum líka heimild til að eignfæra hluta af stofnkostnaði. Þrátt fyrir að við séum ekki með fasteignir í efnahagsreikningi því það ekki búið að taka ákvörðun að ríkisstofnanir fá að halda sínu fasteignum. Það á að eignfæra þær hjá ríkissjóði en við eigum sem sagt núna 750 milljónir í fasteignum á þess að eiga fasteignir. Þannig að þetta er mjög snúið. En það lækkar sem sagt gjöldin sem vanalega eru þarna og þess vegna lítur þetta út fyrir að okkar rekstrargjöld séu að lækka. Síðan kemur þarna gjaldfærsla afskriftir og þið sjáu að þetta er sama talan, 491 milljón, bæði tekju og gjaldamegin. En þegar þetta er allt saman lagt saman þá erum við með gjöld upp á 19,8 milljarðar tæpa og afkomu af þá reglulegri starfsemi upp á -18 milljarðir. Og þessi tala hún tengist þessu hvað fá að veikfæra mikið og ýmislegt en reksturinn var í góðu jafnvægi og í góðu samræmi við áætlanir. Ég bara fullyrði það. Síðan annar áhættuþættur í okkar rekstri, það eru vaxtatekjur og fjármagnsgjöld og ekki síst gengisáhætta. Og við erum þarna með að þessu sinni gengishagnað upp á 114,5 milljón, þannig að við erum með jákvæðar fjármunatekjur upp á 132 milljónir, þannig að afkoma háskólans fyrir áhrif hlutdeildar og dótturfélaga sem er líka alveg nýtt, ég þarf að segja ykkur frá því, eru 114 milljónir. Svo eru áhrif af rekstri hlutdeildar og dótturfélaga jákvæðum 346 milljónir. Þetta er alveg nýtt. Og þá má spyrja sig hvað er þetta? Hvaða félög er þetta? Þetta eru í rauninni einkahlutafélög, EHF-félög í eigu Háskóla Íslands. Þeir aðilar sem að tengjast okkur náið og eru ekki inn í ársreikningi Háskóla Íslands eru Raunvísindastofnun, er sjálfstæð hlutastofnun, þó hún sé lagalega hluta Háskóla Íslands, þannig hún er ekki inn í okkar ársreikningi og Happdrætti Háskóla Íslands sem að segja má að sé í eigu háskólans, eða sumir segja það, við höfum verið spurð af hverju Happdrætti ekki þarna inni, en Happdrætti er sjálfstæð B-hlutastofnun. Þannig ástæðan fyrir því að hvorki Raunvísindastofnun né Happdrætti koma inn í þessa nýju staðla er að þær eru sjálfstæðar A- og B-hlutastofnanir sem þýðir að það þarf að gera sjálfstæða ársreikninga fyrir þær stofnanir. En afkoma ársins lítur vel út, enda eru við þarna með áhrif dótturfélaga og þetta eru peningar sem ekkert komi í okkar rekstur nema við fáum hugsanlega arð til framtíðar, við vitum það ekki, en rekstrarafkoman er 461 milljón jákvæð. Svo ákvað ég að sýna þið sundurliðun, þó að það sé ekki þetta útskýra þetta allt saman, þetta segir okkur samt svolítið, við ákváðum að bera saman rekstrarreikning 2016 og 2017, þó að Fjársýslan mun ekki gera það í sínum ársreikningi. Það er til að sýna aðeins hvað umhverfið hefur breyst mikið. Við sjáum þarna á fjárlögum var tala sem að margir kannast við hérna, allavega þeir sem vinna með fjármál sem var 14 milljarðar og 13, þetta er svo stóra tölum, maður veit ekki alveg hvernig maður á að segja þetta, rúmið 14 milljarðar sem var tölverð hækkun frá fjárlögum 2016, þá var þetta 12,9, síðan er hluta fjárveitingunni breytt í fjárfestingaheimild. Það er til að vegna eignfærslu varanlegra rekstrarfjármuna sem eru fyrst og fremst tækjabúnaður og tól, að þá er hluta fjárveitingunni umbreytt í fjárfestingaheimild. Þetta kemur ekkert í ljós fyrir að líða á árið og eiginlega ekkert fyrir í sumar. Síðan fáum við smá launabætur í millifærðum fjárheimildum, fáum stundum viðbætur í fjáraukalögum eða það eru fjárheimildir millifærðar af óskiptu liðum í fjármálaráðuneytinu. Að þessu sinni var það 90,8 milljónir og síðan kemur tekjufærsla frestaðra tekna fyrir ára. Þetta er rosalega skrítin
skrítin orðið, þarna þessi tekjufærsla á móti afskriftum. Þannig að þetta sundurliðin á því sem við köllum framlög úr ríkissjóði. Síðan koma sértekjurnar okkar og tekjupóstarnir og þarna mjög áhugavert að það ekki króna frá Happdrætti Háskóla Íslands. Við höfum alltaf tekjufært framlag Happdrættis Háskóla Íslands og þessar tekjur eru lögbundnar ríkistekjur. Það kveðið það í lögum Happdrættið og það hefur alltaf verið farið með þær með nákvæmlega sama hætti og skrásetningargjöld. Og skrásetningargjöld eru líka ákvörðuð með lögum. En við fengum ekki að tekjufæra þetta. Það var ákveðið og ég bara gafst upp í deilum þetta en það var sagt nei, það er búið að ákveða að þetta sé fjárfestingaframlag. Sem þýðir að þá má ekki tekjufæra það, heldur að það koma á móti eignfærslu. Og þá spurðum við, þetta til þess að mæta kostnaði við viðhald og nýbyggingar og við erum ekki með fasteignir í efnahagsreikningi, hvernig eigum við þá að nýta þetta fé? Og þá fengum við í gegn að við mættum eignfæra svona stór verkkaup og við vorum í fyrra, fyrir aðeins í það á betur og eftir, en við vorum í stórum framkvæmdum. Við vorum að klára hús Vigdísar Finnbogadóttur, vorum að byrja að greiða til menntamálaráðuneytisins meira að segja vegna hús íslenskra fræða og allt þetta voru þetta gjöld í okkar bókhaldi. Og við vorum í stórum og miklum endurbyggingum, eða svona meiriháttar viðhaldi, en niðurstaðan var svo að við fengum þá að lækka útgjöldin, getum við sagt 750 milljónir og eignfæra sem verk í vinnslu. En við teljum mjög mikilvægt að ef þetta niðurstaðan, þetta eigi að vera svona, að þá séum við með okkar fasteignir í okkar efnahagsreikningi, enda það happdrættisfé fyrst og fremst sem að fjármagna okkar byggingar. En svo sjáum við þarna nánari sundurliðun, það skrásetningargjöldin lækka aðeins, þetta fylgir í rauninni bara hversu margir nemendur greiða, það fjölgun aftur núna, þannig það kom smá dýfa, endurmenntunartekjur standa nokkuð í stað, síðan skiptum við okkar styrkjatekjum í erlenda og innlenda styrki, þarna lítur út fyrir að erlenda tekjur sé að lækka, innlendar tekjur að hækka, en þetta sá hluti teknanna sem okkur báru sem við tekjufærið. Við erum með 2 milljarða í vörslufé og vörslufé jókst 500 milljónir á milli ára, þannig við vorum að fá meiri tekjur inn, verkefnin ekki farin á stað, þá tekjufærum við ekki strax allt það sem komið inn. Þannig að þetta líka svolítið flókið í þessu öllu. En heildarsértekjur núna 5,6 milljarðar rúmir sem virðist vera lækkun en að sjálfsögðu munar þessa 1180 milljónir sem við áttum vona á að geta tekjufært frá Happdrættinu. Síðan erum við bara hérna með sundurliðun á launum, það ekki mikla breytingar, við erum með þarna helstu póstadagvinnu, yfirvinnu, álagsgreiðslur, önnur laun, launatengd gjöld og orlofsbreyting. Þetta líka ein nýlundan. Það sem gerist með nýju reikningsskilastöðlum að það verið að færa í ársreikning til dæmis orlofsskuldbindingu og hún var metin í stofnefnarsreikningi sem við komum meira inn á í efnarsreikningu sem það var metin staða með við 1.1.2017, síðan orlofsskuldbindingin, þetta ótekið frí bara okkar starfsmanna, endurmetið í árslok og svo breyting gjaldfærð. Við áttum ekki vona þessu, þetta var ekki inn í okkar rekstraráætlun. Þannig það mjög margt svona framandi í þessu nýju reikningsskilastöðlum en í heildina launagjöld að hækka 5,8%, á sama tíma og ársverk standa svo til í stað, það aðeins fjölgun 0,6%. Síðan tók ég saman svona bara helstu rekstraeiningaskólan, við gætum verið að sýna rekstragjöldin bara út frá tegundum, hvort þetta eru vörukaup eða eitthvað slíkt, en hér ákveða að sýna umsvif helstu rekstraeiningaskólans. Og það mjög misjafnt hvernig þetta þróast á milli ára, það getur verið mismikið ráðningar á milli ára og nemendafjölgun mismikil á milli sviða, en þarna sameiginleg stjórnsýsla, sviðin, fræðasviðin 5, félagsvísindasvið, heilbrigðissvið, hugvísindasvið og menntunarsvið og verk og nátt. Og við sjáum að aukningin mest á heilbrigðissviðasviði, þar hefur verið nemendafjölgun og mikill vöxtur inn í þessu líka, þetta allur rekstur sviðsins, þannig líka rannsóknarstarfsemi. Og það hafa verið að koma inn mjög stórir og öflugir styrkir inn á heilbrigðissvið eins og víðar, en sérstaklega þar. Síðan undir rannsóknarstofnanir utan fræðasviða, þetta eru til dæmis rannsóknarsetur okkar á landsbyggðinni, þjónustustofnanir, þetta eru til dæmis reiknistofnun sem nú upplýsingatæknisvið, en hún rekin sér, og endurmenntunarstofnun þarna sér og sameiginlegur kostnaður fræðasviða, það
Okkar innanhús samkeppnissjóðir, þetta er Illlunar rannsóknarsjóður, vinnumatssjóður, þarna eru ýmsir sameiginlegir sjóðir sem að renna síðan til fræðasviðanna. Þannig þetta var nú bara til svona glöggvunar og þarf að sjá þeir sem hafa áhuga, sjá svona kannski stærðamunin á milli sviða þegar kemur að heildarútgjöldum. Þá það viðhald og nýbyggingar. Þetta verður dálítið undarleg mynd af því að þið sjáum mikið mun á milli ára. Við erum þrátt fyrir það að gjaldfæra mikinn kostnað vegna viðhalds. En þá ekki lengur, jú við erum reynda með innanhús svona húsaleigumódel sem að stendur undir svona hefðbundnu viðhaldi en ekkert umfram það. Þannig að þessi bókvært á viðhald fasteigna voru 500 milljónir, dálítið umfram það sem að við erum með í húsaleigumódelinu okkar og við heldum við getum nota happdrættisfé þarna í þetta viðhald á móti. Gjaldfært tæki að kaupa búnaður, þetta er svona minni tæki sem þá undir 200.000 sem við erum ekki að eignfæra og svo nýbyggingar, þarna sá kostnaður sem við sitjum þó með uppi í rekstrarreikningi eftir að hafa eignfært 743 milljónir í efnahagsreikningi af þessum stofnkostnaðarframkvæmdum. Þá það efnahagsreikningurinn. Hann alveg nýtt fyrirbæri fyrir okkur að því að fram að þessu reikningsskilastöðlum þá var bara ekkert eignfært hjá ríkinu og þar kemur ýmislegt nýtt og spennandi í ljósi fyrir að skoða þetta. Við getum ekki borið þetta saman við fyrri ár en við berum þetta sama við stofnefnareikning sem var unnin. Það var metin staða eigna ríkisins með við 1.1.2017 og svo sýnum við breytingarnar frá ársbyrjun til ársloka. Við sjáum þarna í fastafjármunum áhald og búnaður, þetta eru tæki og tól sem við eigum tæpur 1,6 milljarður og hækkaði á árinu einhverja 120 milljónir. Flutningatæki, þetta eru bílar og aðrar eignir og svo kemur þarna verkivinnslu. Það mjög gott að geta sýnt það. Þetta heitir ekki fasteignir, þarna myndum við vilja hafa lið sem heitir fasteignir. En ég ætla ekki að fara mjög nálægt, ég held ég svo fljóta þessu, það ekki. Það sem annað nýtt, það þessi eignarhlutar í öðru félögum upp á 3,5 milljarð. Þannig við erum með fastafjármun upp á 6,4, þetta ekki algengt hjá ríkinu, en ég ætla að enda á stuttri glæru sem sýnir hvað eignarhlutar þetta eru. Svo fer ég bara hratt yfir að því tíminn að renna út. Að við erum með orðið efnahagsreikningu upp á 9 milljarða án þess að vera með fasteignir, sem náttúrulega mjög, mjög mikið. Og hér eru þessi áhættufjármunir sem að skaffa okkur tekjur upp á 350 milljónir næstu í rekstrarreikningi, bara enda á því. Þeir eru tæknigarður, vísindagarður, RH-net og þannig lítið sprótfyrirtæki Hanæja sem heldur búin að skipta nafn líka, Klak Innovit og Keilir. Og vísindagarðar vega þarna langþyngst. Hagnaður af okkar hlutdeild í afkomu vísindagarði 340 milljónir sem stærstu parturinn af því sem var tekjufært í rekstrarreikningi. Annars bara þakka ég fyrir mig og þeir sem Þannig að það mjög mikilvægt að þegar að horfa á hvað fyrirtæki að þróa, sérstaklega í nýsköpun og þú komum eitthvað sem að horfa til framtíðarinnar. Þetta allt byggt á grunnrannsóknum sem koma úr háskólum. Ef maður fjárfestir í nýsköpun sem byggir á djúpri tækni, þá mjög auðvelt að búa til svona alþjóðavætt fyrirtæki sem getur farið með þessa tækni út í heim. Fyrirtæki samt alltaf á Íslandi líka. Hugmyndin þarna ekki að hugsa að setja pening inn og fá eitthvað strax tilbaka. Það að horfa til langs tíma. Öll svona fjárfesting tekur tíma og með það í huga að í framtíðinni myndi að skila sér bæði fyrir fyrirtækin og fyrir þjóðfélagið heild sinni. Og við endum inn í blóðbankanum að fara í ruslið og finna þar blóðflugur sem blóðbankinn var að henda og spyrjum okkur hvað getum við gert við þannig efni við. Og í staðinn fyrir að henda því beint í ruslið og brenna, þá vinnum við næringarlausnir úr þessum efni við sem við getum nota til að rækta upp frumur úr mannslíkamanum á rannsóknarstofum. Snjallefni eru svona svolítið breiður eða fjölbreyttur flokkur efna sem hefur það sameiginlegt að hafa breytilega eiginleika eftir utanaðkomandi örvun eða hvata. Að notandinn getur hreinlega þá með örtölvu stýrt eða breytt stífninni eftir því hvort við erum bara að ganga á jöfnu undirlagi, ganga upp stiga, klífa fjöll. Þar sem makrillinn svona nokkuð ný tegund á Íslandi, þá höfum við kannski ekki farið neitt alveg nógu langt nú þegar með að vinna hann alla leið. Og erlendir aðilar voru að bauna mikið á Íslendinga og sagt að þetta var ekki hægt að gera þetta. Það var svo laus holda, hann var bara nýfeitur, bráðfeitur
það myndi aldrei vera hæfi til manneldis. Þannig við erum í rauninni að leita leiða til þess að fá sem best gæði út úr vörunni fullunninni hér á landi. Við breytum tækninni og breytum þessu öllu saman. Við förum í að ofurkæla fiskinn og setja eiginlega vaxi í fiskinn og getum það fara að vinna til manneldis. Ekki nóg með það að við séum að losa okkur við koldíoxíði, heldur nýtist þessi lausn líka til að losa okkur við brennisteinsvetni. Og það erum við að gera upp á Hellisheiði líka og við erum að taka megnið af því brennisteinsvetni sem að kemur frá virkjuninni og binda það í glópagulli í basaltlögum. Það sem ég að vinna mikið í gervigreind og tækni sem þetta tala við tækni svoleiðis, þetta kemur allt úr grunnrannsóknum úr háskólanum upphaflega. Daglegt líf orðið miklu stafrænna en það var. Að börn eru til dæmis orðið miklu virkari notendahópur. Við byrjum að upplifa bragðið og hugsanir í kringum matinn leið og við sjáum hann. Eða jafnvel leið og við heyrum skrjáfiða brak. Það sé áferð og lykt og hljóð, allt þetta getur vakið viðbrögð í taugakerfinu. Að þá erum við ekki að fara að hræða börnin með því að þau verði að borða eitthvað, heldur eru þau að upplifa mat og draga þannig úr í raun og veru kannski ótta við oft hið óþekkta. Og við vitum í rauninni ekkert hvaða afleiðingar þetta hefur á mörgum sviðum. Við vitum til dæmis ekki hvað gerist þegar Alexa eða Google Home sem styðja ekki íslensku koma inn á heimili þar sem barn er að tileinka sér íslensku. Þarna fer maður í raun og veru í sálfræðimeðferð í gegnum netið. En þessi hugræna atferlismeðferð er sú leið sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin mælir með sem fyrstu lausn við svefnleysi. En við vitum að við hefum ekki getað farið eftir þessum leiðbeiningum hér á Íslandi. Við notum mikið af svefnlyfjum og aðgengi að sálfræðimeðferð hefur verið mjög skert. Ég held að það sé mjög mikilvægt þegar þú horfir á grunnrannsóknir og hvernig það tengist inn í atvinnulífið að búa til umhverfi sem hvetur alla aðila, atvinnulífið og ríkið til þess að setja pening í þessu grunnrannsóknir. Rannsóknir og samstarf háskóla og atvinnulífsins er gríðarlega mikilvæg fyrir hin ýmsu svið. Ísland er með mjög gott vísinda- og tæknifólk sem er að vinna bæði í háskólum og öðrum rannsóknarstofnunum. Makríllinn er að skila sér inn bara úr það að vera kannski 8 milljarðar sem voru hérna í byrjun upp í að vera 28 milljarðar á bara 3-4 árum. Og þess vegna eru grunnrannsóknirnar algjört lykilatriði og leiðin fram á við er að láta bókvitið í askana. Mennta- og menningarmálaráðherra, rektor Háskóla Íslands, kæru ársfundargestir. Mikið ánægjulegt að sjá hvað eru margir sem hafa séð sér fært að sækja þennan ársfund okkar hér í dag. Ég heiti Guðbjörg Linda og ég ætla að vera hér með örstutt innlegg nýsköpun sem er þema ársfundarins hjá okkur. Og með mér eru hér og koma hér líka með innlegg eru Magnús Þór Torfason, Hilmar B. Janusson og Sesselja Ómarsdóttir. Og þetta sjáðu í dagskránu sem er á borðinu hjá okkur. En það er óhætt að fullyrða að nýsköpun er fyrirferðarmikill þáttur í starfsemi Háskóla Íslands og erfitt að gera henni skil hér á einhverjum fáum mínútum enda verður það ekki gert heldur bara stiklaða á mjög stóru. Það má segja að nýsköpun í sinni einföldustu mynd sé að skapa eða búa til eitthvað nýtt, áþreifanlegt eða óþreifanlegt sem á að endurbæta það sem þegar er til staðar. Nýsköpun hefur þannig mörg andlit eins og við vitum öll og á sér oft stað í þverfræðilegu samstarfi ólíkra greina. Eitt dæmi það er verkefnið Máltækni sem að mörg ykkar þekkja, þar sem samstarf íslensku og tölvunarfræði hefur leitt til þróunar hugbúnaðar sem hefur að markmiði að nota tölvutækni í þágu tungumálsins, já auðvitað tungumálið í þágu tækninnar. Eins og við vitum þá eru rannsóknardrifkraftur nýrrar þekkingar og nýsköpunar og það þarf að fjárfesta í grunnrannsóknum meðal annars vegna þess að við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. En það sem við vitum þó er að þekking og menntun er forsenda samkeppnishæfni bæði atvinnulífs og þjóðar. Nei, við vitum ekki alltaf hvert rannsóknir leið okkur þegar til dæmis Björn Sigurðsson, fyrrverandi forstöðumaður Keldna, vann að sínum rannsóknum á riði og sauðfé ásamt starfsfólki sínu
þá sá hann til dæmis ekki fyrir að seinna eru þær rannsóknir afar mikilvægar til að skilja betur gang HIV-veirunar og hvernig hægt var að berjast gegn henni. Nú á sögunum Marel þekkið þið vel, sem var upphaflega, eða sem afrakstur grunnrannsókna og samstarfsháskóla og atvinnulífs. Ég varpa einnig upp lista yfir sprotafyrirtæki sem Háskóli Íslands á hlut í, en þau eru öll afrakstur rannsókna við háskólann. Þau 2 efstu á listanum voru stofnuð árið 2017. Mörg fyrirtækjanna á sviði heilbrigðisvísinda, verkfræði og raunvísinda, en það skemmtilegt frá því að segja að í auknum mæli hafa sprotafyrirtæki á öðrum fræðasviðum háskólans verið stofnuð, svo og sprotafyrirtæki þvert á fræðasvið. Ég nefndi hérna áðan máltækni sem dæmi samstarf í íslensku tölvunarfræði. Einn má nefna sprotafyrirtækið Jaðarmiðlun sem vinnur á mörkum raunheima og hulduheima, getum við sagt. Þar taka saman höndum tæknigreinar og þjóðfræðin og hanna gagnvirka upplifunarsýningum álfa, huldufólk og aðra vætti. Já, og það gömul saga og ný að vísindin og nýsköpun skapa verðmæti. Sem dæmi má nefna lyfjaþróunarfyrirtækið Oculis sem byggir á rannsóknum og tækni við meðhöndlun augsjúkdóma, en fyrirtækin hefur vaxið mjög ásmegin og fjárfest erlendir aðilar í Oculis með 2 milljörðum króna á árinu. Nýsköpunarkeppnir eru þó nokkrar. Háskólinn til dæmis bakhjarl Icelandic Startup sem heldur utan frumkvöðlaþjálfun og viðskiptahraðla, meðal annars fyrir nemendur og starfsfólk Háskóla Íslands. Icelandic Startup stendur einnig fyrir frumkvöðlasamkeppninni Gullegginu sem þið þekki mörg. Nýsköpunarverðlaun Háskóla Íslands hafa verið veitt síðastliðin 20 ár. Þau eru liður í því að stuðla að hagnýtingu verkefna og nýsköpunar innan skólans. Og keppnin hefur, eins og þið mörg vitið að því viti hafi fylgst með henni, spanna vítt svið fjöldafræðigreina og eru opin bæði nemendum og starfsfólki. Magnús Þór mun fjalla kennslu nýsköpun hér á eftir, en ég vil þó bara nefna að Háskóli Íslands býður upp á 4. tug námskeiða, bæði á grunn- og framhaldsstigi sem að tengjast með beinum hætti nýsköpun. Ég vil líka bara nefna stuttlega skólastöð 21. aldarinnar sem tekin var í notkun á menntavísindasviði síðastliðið haust með það markmið að styðja við nýsköpun og þróun kennsluhátta innan skólans. Jón Atli nefndi hérna áðan edX og svo mætti lengi telja. Í verkefni nemenda að sjálfsögðu mörg dæmi nýsköpun sem mörg hver eru unnin í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir. Nýleg dæmi eru Poppað Bygg sem þróað var í tengslu við verkefni nemenda í matvæla- og næringarfræðideild og hönnun á matvöru öldrunarstofnanir með þrívíddarprentara, svo dæmi séu nefnd. Verkefni nýting gervigreindar í heilbrigðiskerfinu vann verkkeppni Viðskiptaráðs Íslands á síðasta ári, en að verkefninu standa nemendur í læknisfræði við Háskóla Íslands. Áður hefur nefnt nýsköpunarverðlaun Háskóla Íslands og Gulleggið, en til viðbótar má nefna verkefni eins og Team Spark, en undanfarin ár hafa fjölmenn þverfræðileg liðnemendur tekið þátt í keppninni og þau sjáu hér að í ár voru 40 nemendur sem tóku þátt í hönnun þessa bíls sem þarna á mynd. Háskóli Íslands leggur ríka áherslu á að þekkingarsköpun við skólann hafi sem víðtækust áhrif út í samfélagið. Háskólinn tekur meðal annars þátt í Erasmus Plus verkefni sem miðar að því að efla samfélagslega nýsköpun í háskólastarfi og nýjungar sem hjálpa til við að takast á við áskoranir samfélagsins sem eru fjölmargar eins og við vitum öll. Samtal við samfélagið hlaðvarpsþáttur á vegum kennara í félagsfræði þar sem margs konar rannsóknum sem tengjast Háskóla Íslands fyrst og fremst miðlað til hlustenda með þeim fyrir augum að brúa bilið á milli háskólans og samfélagsins að öðru leyti. Myllumerkið Ég kýs verkefni sem byggir á rannsóknum kosningar og miðar meðal annars að því að auka kosningaþátttöku ungs fólks hér á landi. Og það unnið í samstarfi kennara á félagsvísindasviði. Ég ætla að nefna örstutt Icelandic Online sem mörg ykkar þekkið, en það vefur sem nemendur allan heim geta lært íslensku og það þetta
ágætt dæmi samfélagslegt framlag skólans í samvinnu við stofnun Árna Magnússonar og Icelandic Online hefur hátt í 200.000 skráða notendur, hvorki meira né minna. Og þar á meðal eru fjöldi innflytjenda sem búa á Íslandi. Háskóli Íslands veitir starfsfólki og nemendum þjónustu og ráðgjöf vegna hagnýtingar rannsókna þeirra. Sameiginleg hugverkanefnd Háskólans og LSH sinnir uppfinningum starfsmanna og tryggir hugverkarétt þegar það á við. Starfsmenn vísinda- og nýsköpunarsviðs vinna fyrir nefndina auk þess að veita sprotum sem verða til í háskólanum stuðning og ráðgjöf. Háskólinn vinnur námi fjölda fyrirtækja og stofnana. Engu að síður þá hafa úttektir á nýsköpunarumhverfinu hérlendis bent á að efla þurfi tækniyfirfærslu úr háskólum og rannsóknarstofnunum til atvinnulífs og samfélagsins alls. Til að bregðast við því hafa háskólar ásamt opinberum rannsóknarstofnunum, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og mennta- og menningarmálaráðuneytinu sett á fót Auðnu sem rektor nefndi hérna áðan og er undirbúningsfélag stofnun sameiginlegra tækniyfirfærsluskrifstofu fyrir Ísland. Sá undirbúningur hefur tekist það vel að það er áformað að slík skrifstofa verði opnuð í haust. Já, síðast en ekki síst, þá vek ég athygli á því að hjarta nýsköpunar er að verða til í Vatnsmýrinni í formi vísindagarða og það verður gerð grein fyrir þeim betur hér á eftir af honum Hilmari. Kæru ársfundargestir, ég vona mér hafa tekist að gefa ykkur örlitla, en bara örlitla, innsýn í þá fjölmörgu þætti nýsköpunar sem eiga sér stað í Háskóla Íslands. Ég hef alveg verið til að fá vikuna alla, en þetta var svona bara rétt til þess að loka ársfundi með þessari umfjöllun. Það er okkar bjargfasta trú að sköpun nýrra þekkingar og hagnýting hennar sé lykill framfara og lífsgæða. Háskóli Íslands er vaka nýsköpunar og sprota þvert á fræðasvið og tekur því hlutverki sínu af ábyrgð, festu og mikilli gleði. Takk fyrir. Já, Magnús heiti ég. Ég semst ætla að segja aðeins frá nýsköpunarkennslu við HÍ. Ég er lektor, kennt og verið með umsjón með nýsköpunarnámskeiðum og verið hluti af nýsköpunarumhverfinu með því að vera frumkvöðull og sitja í stjórn fjárfestingarsjóðs sem fjárfestir í sprotafyrirtækjum. Og mér langaði eiginlega aðalega til þess að segja frá svona tveimur atriðum sem að mér finnst vera algjört grundvallaratriði í tengslu við nýsköpun og sérstaklega nýsköpunarkennslu. Fyrsta atriðið kristallast í því sem að Halldór Laxness orðaði svo vel, að það er auðvelt að vera seinnitímamaður og finna upp skotkvellin þegar aðrir hafa fundið upp púðrið. Og þetta er auðvitað gömul saga og ný, en málið er bara að þegar við erum að vinna nýsköpun sem er hagnýting á uppfinningum eða þekkingu, að þá er alltaf verið að vinna með eitthvað sem einhverjir aðrir hafa gert. Og þess vegna er svo mikilvægt fyrir nýsköpunargetu að hafa ekki bara djúpa sérfræðiþekkingu á einhverju ákveðnu sviði, heldur að hafa líka breiða þekkingu á alls konar öðrum hlutum og kannski síðast en ekki síst að hafa getu og hæfileika til þess að ná í nýja þekkingu jafn óðum eftir því sem að þörf krefur og þess vegna er tengsl og tengslamyndun svo gríðarlega mikilvæg fyrir nýsköpunarnám. Þetta vissi Edison sem er frægastur fyrir að hafa fundið upp ljósaperuna en kannski var miklu merkilegra er það heldur en að hafa fundið upp ljósaperuna er það að hann fékk hana til þess að virka, hann hagnýtti hana, hann kom inn á markað og það gerði hann með því að setja stofn í rauninni nýsköpunarfyrirtæki sem var á margan hátt umfangsmeira og viðameira heldur en hafði þekkst og þetta er einmitt mynd þaðan í Menlo Park. Og hvað var það himpunktinn að þá er einmitt svona kennt við Edison einmitt tilvitnun sem að hann svaraði þegar hann var spurður vandræðaganginn við það að finna upp þessa blessuðu ljósaperu sem að gerist nú ekki bara bing heldur tók hellingstíma.
Hann sagði, mér hefur ekki mistekist 1000 sinnum, mér hefur tekist að finna 1000 mismunandi leiðir sem virka ekki. Og það bara tilfellið að þegar kemur að nýsköpun þá tekst ekkert í fyrsta skipti. Og þess vegna skiptir svo miklu máli við nýsköpunarnám að hjálpa nemendum að bregðast við því þegar eitthvað klikkar og vinna úr því á sem bestan og jákvæðastan hátt. Þetta eru svona 2 atriði sem hafa verið mér ákveðið leiðarljós. Hvað varðar nýsköpunarkennslu í HÍ? Já, einmitt að þá kíkti ég líka á svona tölfræðina. Í öllum 5 sviðum háskólans að finna námskeið sem hafa orðið nýsköpun í titlinum, í einum 10 deildum og þetta eru alls 17 námskeið og það eru þetta bara námskeið sem eru með nýsköpun í titlinum. Til viðbótar veit ég alls konar önnur námskeið sem að fjalla nýsköpun og hef þar að ekki verið með innlegg nýsköpun í ýmis námskeið og undirbúning fyrir lokaverkefni og svo framvegis. Þannig að þetta gríðarlega viðamikið og á sér stað út allan skóla. Í mínu eigin námskeiði og í mínum eigin námskeiðum þá hef ég lagt mikla áherslu á þessar hugmyndir tengsl og byggt á tengslum bæði innan skóla sem utan. Nemendur í námskeiðunum hjá mér vinna saman að hagnýtum verkefnum og gera það margir í samvinnu við fyrirtæki, hvort sem það Marel, Atmonia, Össur, Alvogen eða Omnom og mörg af þessum fyrirtækjum hafa mjög djúp og sterk tengsl við háskólan. Önnur eru kannski að vinna með háskólanum í fyrsta skipti en þetta kennir nemendunum að vinna með mismunandi vinnubrögðum og svo framvegis. Aðrir nemendur vinna að eigin hugmyndum, þar fá þau tækifæri til þess að fóta sig og jafnvel finna leiðir sem virka ekki. Og þetta svona það sem ég ger í mínum námskeið. Hvað svo í fyrsta lagi spurningu það hvað við eigum að gera næst því auðvitað viljum við halda áfram og þróa nýsköpunarkennslu betur. En þetta líka vinnuheitið á nýju námskeiði sem að í mótun hjá nýsköpunarsviði og ef verður á mörkum grunnnáms og meistaranáms og gengur út af það nákvæmlega að hjálpa nemendum og að hagnýta þá þekkingu, þá fræðilegu þekkingu sem þeir öðlast í grunnnámi. Meira segi ég ekki núna í dag þetta en ég vonast til þess að við getum spjallað saman nánar þetta atriði á öðrum vettvangi síðar. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir að fá að vera ávarpa ársfundinn, rektor og aðstoðarrektorar. Það mikill heiður að fá að fjalla vísindagarða. Það risastór hugmynd, Hilmar Bragi Janusson heiti ég og hef verið stjórnarformaður síðustu 10 ár og í samstarfi við félaga minn og Eirík Hilmarsson sem fallinn hefur frá höfum við tekið þessa hugmynd og reynt að raungera hana. Einu uppáhalds tilvísun mín í götu að eiginlega þegar við vitum ekki neitt þá vitum við allt. Og svona mín útfærsla því að þegar við getum ekki neitt, þá getum við allt. Og það svona hugar ástand sem að fylgir starfi af þessu tagi. Og þess vegna vona ég, eins og það hljómar illa hér, að vísindagarðar verði ekki neitt eins lengi og mögulegt Vegna þess að þetta risastór hugmynd og við erum að leggja út í vegferð sem við eigum alla komponenta í. Við höfum stundað nýsköpun í langan tíma frá upphafi vega, höfum gert það til að komast af fyrst og fremst og hér hefur hver ræðumaðurinn og fætur öðrum sagt okkur frá því hvað þetta mikilvægt fyrir framþróun. Okkur hefur verið bent á að útflutningsverðmæti fyrir okkar litla samfélag þurfi að auka skríðarlega á næstu 10-20 árum ef við ætlum að halda uppi þeim lífsstandard og þeim lífskjörum sem við viljum og ætlumst til. Þetta gerist ekki nema við skiptum aðeins gír og í þessu samhengi þá viljum við hjá vísindagörðum svolítið tengja þetta við það eins og við séum að innleiða nýja íþróttagrein. Við kunnum að hlaupa hratt, við erum fljóta að bregðast við erum fljóta að tileinka okkur, við erum farin að geta hlaupið lengur og tekið þátt í svona millivegalengdum.
En það má segja í þessu samhengi sem að vísindagarðar starfa með frumkvöðlum, fyrirtækjum og háskólum og þegar við ætlum að taka þessu stóru hugmynd og stórefla hagnýtingu rannsókna, þá erum við að fara í nýja íþróttagrein sem líkist einna helst langhlaupi. Þetta er þessi stóra hugmynd sem við erum að vinna með og ég vona eins lengi til þess að halda þeim viðhorfi og þeim ómöguleika sem að felst í þessari vinnu, að þá vona ég sem lengst í anda Kötu að við verðum ekki neitt. En þetta er helst að frétta frá okkur og það var falleg mynd hér af svæðinu á. Við höfum fyrst og fremst verið í fasteigna uppbyggingu og mótilega er það að leigja út lóðir til alþjóðlegra stórra fyrirtækja sem draga til sín inn á svæðið öflugt fólk allstaðar að úr heiminum, sjá það sem strategískt mikilvægt að vera nálægt háskólunum til þess að laða fólk utanfrá til okkar og ná í marga af okkar ágætustu starfsmönnum og nemendum. Þetta er röð af byggingum sem eru í gangi og eru nú þegar til og nýjasta viðbótin er randbyggð sem er mitt svæði sem eru 90.000 fermetra lóð fyrir nýjar byggingar á mörkum Landspítalans og Hringbrautarinnar nýju og er táknræn að mörgu leyti fyrir það starf sem vísindagarðum er ætlað að gera. En það er það að starfa þarna á mörkum opinbera og einkafjármagns, atvinnulífs og háskóla og taka og byggja upp umhverfi þar sem nemendur, starfsmenn sjá fyrir sér að geta hagnýtt þær niðurstöður og þau verðmæti sem felast í þeirra vinnu. En til þess ætlum við okkur að véla til lags 11.000 starfsmenn Háskóla Íslands og nemendur. Við kefli Eiríks taka við Hrólfur og Elísabet sem eru hér í miðjum salnum ef ég bauð ykkur að standa upp og þakka kærlega fyrir mig. Rektor, aðstoðarrektorar, fræðasviðsforsetar og aðrir góðir gestir. Ég heiti Sesselja Ómarsdóttir og er framkvæmdastjóri greiningadeildar Alvotech og prófessor við lyfjafræðideild Háskóla Íslands og mér var falið að fjalla aðeins eitt dæmi hvernig við getum tengt saman atvinnulífið og akademíuna og hvaða ávinning það hefur á nýsköpun, rannsóknir og kennslu. Eins og ykkur er eflaust mörgum kunnugt að þá undirrituðu Háskóli Íslands og Alvotech samstarfssamning í mars síðastliðnum aukið samstarf á sviði nýsköpunar, rannsóknar og kennslu. Markmiðið er skýrt, það er að byggja upp virkt samstarf og nýta sérþekkingu beggja aðila, tækni, krafta og aðstöðu eins og kostur er í þágu nemenda og starfsmanna beggja aðila og samfélagsins alls. Þetta er mjög göfugt markmið og mér finnst gott að líkja þessu við að við séum að byggja brú á milli atvinnulífsins og í þessu tilfelli er það Alvotech og hins vegar akademíunnar sem er Háskóli Íslands. Ég er ekki að segja að það hafi ekki verið hægt að starfa saman. Við getum sagt að við hefum getað vaðið yfir lækinn eða stiklað á steinum. En nú erum við komið með gott form til þess að byggja sterka brú, öfluga brú á milli þessara tveggja aðila sem leyfir umferð í báðar áttir. Eins og ykkur kannski kunnugt að þá var Alvotech stofnað 2013 af Róberti Wessman og höfuðstöðvarnar og hátæknisetrið er staðsett hérna á Vísindagörðum. Og þetta fyrirtæki það sérhæfir sig í þróun og framleiðslu svokallara líftækni samheita lyfja og ætlar fyrirtækið sér að verða leiðandi á þeim markaði. Í kjölfar þessa samnings þá var sett á laggirnar samstarfsnefnd sem skipar 3 fulltrúum frá Háskóla Íslands og 2 frá Alvotech. Og þessi nefnd, þó ég segi sjálf frá að því ég sitt nú í henni, hefur verið mjög ötulið að hittast og forgangsraða verkefnum og er í fullu í því að koma af stað þessu virka samstarfi. En ég vil skipta þessu kannski í 3 hluta. Það er fyrsta sem við höfum skoðað mjög vel til að byrja með til dæmis kennsla og þjálfun.
Við viljum efla nám í líftækni og skyldum greinum í samvinnu við iðnaðinn og það er eitt af okkar fyrstu forgangsmálum. Starfsmenn Alvotech eru til í að koma og taka þátt í kennslu innan Háskóla Íslands og það hefur nú þegar byrjað og að sama skapi að þá lítum við á Háskóla Íslands sem mjög mikilvægan grunn fyrir endurmenntun og framhaldsmenntun fyrir starfsmenn Alvotech. Það sem mér finnst eitt af mest spennandi verkefnunum er starfsþjálfun nemenda og sameiginleg nemendaverkefni. Og núna höfum við líka verið að taka nemendur hér frá háskólanum inn í sumarstörf og við erum virkilega ánægð með hversu góðir þessi nemendur eru. Næsti flötur síðan rannsóknir og þar sjáum við tækifæri í sameiginlegum rannsóknarverkefnum, uppbygging innviða, sérstaklega þegar kemur til dæmis að mjög dýrum rannsóknartækjum, hvort að það sé ekki vettvangur til þess að byggja upp einhverja sameiginlega aðstöðu og síðast ekki síst efling framhaldsnáms í líftækni og efnaverkfræði svo dæmi séu tekin. Og þriðja og síðasta, það síðan nýsköpun og tækifæri. Það margt sem getur leitt af sér. Við getum fundið nýjar afurðir, aðferðir, ferla og tækni. Og það sem við horfum til dæmis mjög mikið til að við myndum gjarnan vilja fá eins og nokkur einkaleyfi í samstarfi við háskólann. Og síðast en ekki síst þá þetta hátæknistörf fyrir fólk með háskólamenntun. Og ávinningurinn skýr. Við erum að setja á laggirnar nýjan hátækniiðnað á Íslandi og þetta mjög arðbær iðnaður. En við skulum hafa það í huga að þetta gæti orðið eina af grunnstoðum Íslands. Það eru starfsmöguleikar, það skapar störf fyrir kynslóð vísindamanna og leiðtoga sem útskrifast frá háskólum landsins. Ef við horfum aðeins á stærri myndina að þá þetta líka mjög mikilvægt að fá að taka þátt í því að þróa þessi líftæknilyf sem eru notuð við mjög alvarlegum sjúkdómum sem að fleiri í heiminum munu aðgang að því að þetta eru það dýr lyf núna að það aðeins, getum við sagt, aðalega vestrænar þjóðir sem hafa aðgang að þessum lyfjum. Og síðast en ekki síst nýsköpun, þema fundarins. Þetta mun leiða sér nýsköpun í líftækni, lyfjaþróun, aðferðum, ferlum og tækni, einkaleyfum og vonandi mörgum sprotafyrirtækjum. Takk kærlega fyrir mig. Kæru fundargestir, þá komið að lokum þessa ársfundar. Ég þakka öllum þeim sem hér komið fram innilega vel fyrir. Það algjörlega frábært að sjá metnaðinn, kraftinn og árangurinn sem að einkennir allt starf Háskóla Íslands. Sérstaklega í ljósi þeirra fjármögnunar sem við búum við, sem við vitum að mun slakari en á við marga skóla sem við stöndum jafnfætis. Og þess vegna þennan árangur má eingöngu þakka starfsfólki Háskóla Íslands. Þannig að ég ætla að nota þetta tækifæri þegar ég kveð ykkur til þess að bæði hvetja stjórnvöld til dáða í tengslu við fjármögnun háskólans og efla þannig samkeppnishæfi landsins. Og leið og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, þá vil ég fyrst og fremst þakka starfsfólki Háskóla Íslands fyrir frábærlega unnin störf í þágu skólans og samfélagsins alls. Takk.